1982 þá byrjuðum við feðgar að sigla með ferðamenn og það kom til þannig að hér á Húsavík hafði verið stærsta trillubáta útgerð, trébátar sem voru hér gerðir út í tugatali og Karl faðir minn keypti fyrsta hraðfiskibátinn til Húsavíkur, plastbát, og hann gat farið greitt yfir og hótelið hérna á svæðinu hafði samband við okkur og bað okkur að sigla með ferðamenn. Við erum alltaf að reyna að átta okkur á þörfum ferðamanna og þróa okkar vörur og þjónustu í samræmi við þarfirnar, af því að við viljum auðvitað selja það sem að ferðamaðurinn vill kaupa og þetta gerist skref fyrir skref og við erum alltaf á tánum að gera okkar besta í samræmi við það. Þessi sköpun sem að menn í alla daga, að búa til vörur, búa til upplifanir fyrir fólk og geta sýnt það besta sem að við höfum upp á að bjóða hverju sinni og leyfa fólki þannig að upplifa sem við höfum upp á að bjóða og safna minningum leið og reyna alltaf að gera okkar besta í því að miðla okkar þekkingu og reynslu á svæðinu. Við erum að sjálfsögðu að eyða stórum fjárhæðum að hverju ári í því að kynna Húsavík sem áfangastað fyrir fólk og það hjálpar og hefur keðjuverkandi áhrif inn í sveitarfélagið. Ef við tökum svona í stærðarlegu mikilvægi að þá hef ég nú oft svona gantast með það að við erum með 50 starfsmenn hjá okkur í sumar og miðað við höfðatölu að þá hleypur það sennilega á einhverjum 4.000 manna fyrirtæki á Reykjavíkursvæðinu. Þannig ágætt að setja hlutina stundum svona í samhengi þegar landsbyggðin annars vegar.